Komið sæl og blessuð og verið velkomin í þetta myndband þar sem við ætlum að fjalla um hróka á 7. reitaröð. Áður en við förum í efnið þá ætlum við að vera alveg viss á því að við vitum hvað við erum að tala um og við ætlum að byrja á því að sjá hvað reitaröð er. Sjáu þið inn á borðinu, ég er búinn að merkja hérna 3. reitaröðina, hér er síðan 5. reitaröðin og þegar við tölum um 7. reitaröð þá er þessi reitaröð hér þar sem svörtu peðin standa. Það er talið mjög sterkt að koma hrókum upp á 7. reitaröð vegna þess að þá eru þeir á sömu reitaröð og peðin eru á og þar sem að peðin verða mjög auðveld skotmörk. Það er frábært að geta tvöfaldað hrókana á 7. reitaröð og þetta munum við allt sjá hér rétt á eftir og við ætlum að byrja á fyrsta dæminu sem er hér. Hérna sjáum við að það var báðir 2 hróka. Hrókar hvíts eru betur staðsettir vegna þess að annar hrókurinn er komin nú þegar upp á 7. reitaröð þar sem hann hefur mörg skotmörk. Aðalskotmörkin hans eru þessi peð hérna, B7 og G7. Hrókarnir í svörtum standa illa, hrókurinn á A5 er aldrei lokaður inni og hrókurinn á B2, hann er vissulega komin á aðra reitaröð sem er það sama á 7. reitaröð í rauninni, en hann er svolítið passífur hérna bakvið þetta peð. Hvítur átti að leggja í stöðunni og hann styrkti stöðu sína enn frekar og lék hrókur E til E7 og tvöfaldar hrókan á 7. reitaröðinni. Og nú sjáum við hvað þeir eru sterkir. Hvítur hótar að drepa bæði á G7, þar sem hrókur að vera valdaður, og líka á B7. Svartur drap á C2, hann getur svo sem lítið annað gert. Þá drap hvítur á G7 með skák. Kóngurinn fór á F8. Hvítur leik þá hrókur H7, sem er góður leikur, hótar máti. Hvítur getur auðvitað ekki máta hérna strax af því að þá fellur hrókurinn, þannig að það er að byrja að fara með hrókinn í burtu. Kóngurinn fór þá G8 og þá kom hrókur D7 og hótar máti á C8 og D8 og svartur getur ekki stoppað þetta nema að bera hrókinn fyrir en það dugar bara til þess að tefja og þetta er mát. Sjáum við hvað skákin fljóta klárast leið að hvítur tvöfaldaði hrókana sinna á 7. reitaröðinni. Sjáum aðra svipaða stöðu hérna. Hér er hvítur peði yfir og hvítur á leikistöðunni og hér gerði hvítur slæmmistök í skákinni. Við sjáum að svartur hann er bæði að hóta að drepa á peðið á A3 og líka á C2. Og hvítur ákvað í skákinni að losa sig við hennar hrók hérna á A8 og hvítur skákaði á D8 og eftir hrókudreipið D8, hrókudreipið D8, kóngur H7, þá var svartur ennþá að hóta peðinu á C2 og ef hvítur reynir að hóta hérna móti þá valda svartur leið sitt eigið peð. Þannig að hvítur leik C4 en eftir hrókur C2 það hafði svartur nægt mótspil til þess að halda jafntefli í skákinni. En ef við fyrir tilbaka í stöðuna sem hvítur skákaði á D8 þá hefði hvítur frekar að drepa á C7 í staðinn fyrir að skáka á D8 og eftir hrókur drepur A3 að nýta sér 7. reitaröðina eins og við sjáum með hrókinn hér og byrja í þessari stöðu fyrst að því að reka kónginn á slæmareit með hrókur D8 skák og fara síðan tilbaka með hrókinn á D7 og hóta að drepa hérna. Svartur getur auðvitað reynt eitthvað svipað, hann getur leikið hrókur A2 og reynt að drepa peðið á C2. Hvítur er bara langt á undan, drepar á G7 og svo í þessari stöðu hér getur hvítur líka unnið H6 peðið með að skáka hérna H7, drepa þá á C2 og drepa síðan á H6 og hvítur er 3 peðum yfir og ætti að vinna þetta mjög þægilega. Þá ætlum við að sjá þessu stöðu hér. Hér er að hvítur sem að leik, hann er með 2 hróka á móti hrókurittara og auk þess hefur svartur 2 peð, þannig að svona stigalega séð er jafnt í liðum. En hvítastaðan er mun betri, einfaldlega vegna þess að hann er með annan hrókinn sinn virkan á 7. reitaröð. Hann er auðvitað með þetta sterka peð líka, þetta frí peð, en hinn hrókurinn getur líka tekið þátt í baráttunni. Hvítur á 2 góða möguleika í þessari stöðu. Hann getur annarkvort byrjað að drepa peðin á 7. reitaröð. Vinnur þá 2 peð, svartur er að virka rittarana sinn og svartur getur barist aðeins en hvítur ætti að vinna samt nokkuð þægilega. En hvítur er ennþá fljótari leið til þess að vinna þessa skák og það er bara einfaldlega að koma þessum hrók hér beint upp á 7. reitaröð með hrókur F1. Ef að svartur drepur á E5 í þessari stöðu þá máta hvítur bara strax með hrókur F8 mát. Þannig að svartur reyndi kóngur G8 og þá kom hrókur F til F7 og hvítur bara gefur peðið sitt á E5. Síðan dugar ekkert fyrir svartan að reka hrókinn í burtu hér, þá kemur skák og mát á G7 en eftir hrókur drepur E5 þá kemur hrókur G7 skák
kóngur F8, hrókur D til F7 skák, neyðir kónginn í burtu frá þessum hrók hér og síðan hrókur dreipur B7 og hérna hóta hvítur þá máti á tveimur stöðum, þannig að svartur verður að fara tilbaka og hvítur dreipur þá H7 og hótar aftur máti. Núna geti svartur bara búið hrókið sem fyrir hér og þá kemur skák á móti á H8, þannig að kóngurinn verður að fara á G8 og þá aftur skák, þvinga kónginn í burtu og þá hrókur dreipur A7 og hótar aftur sama áðan. Þannig að kóngurinn verður að snúa við og þá hrókur H til B7 og hótar aftur skákum 8. reitur og nú verður svartur að fara tilbaka með hrókinn sinn en þá getur hvítur tekið riddarann á A2 og er þá heilum hrók yfir og vinnur léttilega. Þetta var ótrúlega einföld úrvinnsla fyrir hvítan þegar við komum með hrókarn á 7. reiturinn. Sjáum nú dæmi frá sterkum meisturum og við ætlum að byrja á því að sjá stöðu skák rússneska stórmeistarans Sergei Rublevskis sem hafði hvítt hérna gegn indversku stórmeistaranum Pentala Hari Krishna. Hari Krishna var að drepa síðast biskup á F8 með drottningu. Það er nýjafnt í liðum og staðan er mjög lokuð. Öll peðin eru ennþá inn á borðinu og enga línur opnar. En það var í þessari stöðu sem að Rublevski drap á B5 til þess að opna A-línuna. Og svartur drap tilbaka með peði vegna þess að ef hann drifur með riddara þá verður peðið hans A6 svolítið veikt. Þetta hleypti hvítum í gegn með hrókinn sinn á A7. Þetta er ennþá ekkert hættulegt fyrir svartan því að hann get auðveldlega lokað 7. reiturröðinni með biskup B7 og undirbýr þá að losa sig við hrókinn fljótlega af A-línunni með hrókur A8. Það er smá vandamál fyrir svartan hvað hann er með marga menn á 7. reiturröðinni. Stilt upp hérna í röð og við sjáum það síðar hvað gerist en hvítur lék hérna drottning A1 með skemmtilegri hugmynd. Svartur ákveð að nýta sér á taktískan hátt það að hrókurinn og drottningin eru komin að línuna og lék þá strax hrókur A8 og skilur þá biskupinn eftir í uppnámi. Hugsaði þess að svo eftir hrók drepur þá fellur drottningin hér. Hérna bjóst svartur kannski bara við því að hvítur myndi drepa og eftir uppskipti hér og segjum að hvítur drepi hér þá var það svartur sem ætti að hafa yfirhöndina því að hann kemst í gegn með hrókinn sinn. Svartur hrókurinn verður þá virkur á 2. reiturröðinni eða jafnvel á 3. reiturröðinni og vill það frekar. En hvítur átti betur leik og það var einfaldlega hrókur dreipur B7 samt sem áður. Eitthvað sem svartur hafði ekki gert ráð fyrir að hvítur gæti gert. Svartur drap á A1 og þá kom hrókur dreipur A1 og þá er hvítur búinn að fá hrók og biskup fyrir drottningu sem er ekki nóg en í þessar stöðu nægir það vegna þess að riddararnir standa svo illa á 7. reiturröðinni og hinn hrókurinn er á leiðinni upp á A7 til þess að töfalda hrókana þar. Og svartur ræður bara einfaldlega ekkert við þetta. Svartur lék í þessar stöðu C4 sem er svolítið merkjum svona ákveðið vonleysi í stöðunni en ef að svartur hefði reynt til dæmis drottning C8 sem er eðlilegasti leikurinn til þess að valda riddarana báða og hóta hróknum á móti þá kemur hrókur A til A7 og hóta riddaranum á C7 og svartur nær ekki að halda stöðunni sinni saman. Sjáum eftir riddari E8 kemur hrókur dreipur D7 og þá er hvítur hrók og 2 menn fyrir drottninguna sem er meiri en nóg og auk þess allt frumkvæði í stöðunni og hótar ýmsum hættulegum möguleikum. Þannig að svartur reyndi C4 en eftir hrókur dreipur C7 og svo hrókur dreipur D7 þá hafði svartur ekki nægt spil fyrir og hvítur vann. Stuttu síðar. Skulum enda að sjá dæmi styrk hrókana á 7. reiturröðinni í skák frá Anatoli Karpov, fyrrverandi heimsmeistara í skák. Hér hafði Karpov hvítt gegn þýska stórmeistaranum Wolfgang Ullmann og Ullmann lék síðast hrókur A til C8. Staðan virðist ekkert sérstaklega spennandi, það er hnífjafnt í liðum, sömu menn hjá báðum og engir sérstakir veikleikar sjáanlegir. Þeir hafa báðir biskup og þeir virðast svona frekar vel stærstir. Hvíti biskupinn valdaður hérna á B5 og svarti biskupinn valdaður á E4 og lokar E-línunni. Og það er akkurat það sem að þetta snýst það er þessi E-lína. Vegna þess í svona stöðu þar sem eru 2 opnar línur, sjáum að C-línan og E-línan eru opnar línunar í stöðunni. Þá snýst baráttan svolítið það hvor nær tökum á þessum línum. Svartur hefur tímabundið tök á C-línunni en það er mjög auðvelt fyrir hvítan að andæfa með hrókur A til C1 til dæmis. Það er mjög erfitt fyrir svartan að mæta hvítum á E-línunni vegna þess að hvíti biskupinn á B5 hann valdar E8 reitin. Þannig að svartur er ekki að fara að geta leikið hrókur E8. En
pundið þá kemst hvíti hrókurinn ekki í gegn vegna þess að biskupinn er fyrir og það útskýrir næsta leik Karpovs sem var F3 sem rekur biskupinn tilbaka og núna hrókur E7 sem hann kemur meira sem með tempói hótar peðinu á B7. Það gengur ekki fyrir svartan að gefa peðið á B7 með hrókur C2, þá kemur hrókur drippi B7 og svo hrókur A7 og vinnur A5 peðið og þetta peð á A4 verður svo hættulegt í endatablinu að svartur má ekki leyfa þetta. Þannig að svartur leikur B6, kemur peðinu sínu á öruggan reit og þá kom hrókur A til E1 og hvítur er ekki bara að tvöfalda E-línunni, heldur hann líka að undirbúa tvöfalda 7. reitaröð og leið að koma í veg fyrir mótspil svarts. Af því að með hrókana báða hér þá dugar ekki fyrir svartan leika núna hrókur C2, þá kemur bara hrókur E8 og mát í kjölfarið. Þannig að svartur þurfti að eyða tíma í H6 og núna hrókur B7. Það er allir leikirnir á Karpov komið með tempói, með hótunum, þannig svartur þarf að vera að bregðast við þeim. Hóta núna peðinu á B6, þá kom hrókur D6 og núna hrókur E til E7. Og nú má ég alveg segja að skákinn sé búinn. Hvítur með það virka menn búinn að tvöfalda hrókarinn á 7. reitaröðinni, en hann er ekki ennþá búinn að vinna neitt lið af svörtum. En skotmarkið þessarstu verður peðið á F7 og ekki bara það heldur líka peðið á G7 í framhaldinu. Hótunin eða hugmyndin hjá hvítum í þessar stöður reynir bara að leika F4 og F5 og reka biskupinn í burtu og byrja síðan að drepa það sem er á 7. reitaröðinni. Þannig að svartur reyndi að losa biskupinn og leik H5 og þetta drap Karpov, leik þá G4 og núna F4. Og það er ekkert svartur getur gert til að stoppa þetta. Ef hann reynir að leika F6 þá fellur þetta peð á G7 og ef hann leifir F5 þá fellur peðið hér og svo hér á eftir. Þannig að svartur reyndi skák á C1 en þetta dugði ekki til, hrókur drepur F7 og Karpov vann stuttu síðar. Þannig að vonandi var þetta gagnlegt fyrir ykkur, smá fyrirlestur hróka á 7. reitaröð og ég vona að ykkur takist að ná upp svona stöðum þegar þið farið að tefla sjálf. Gangi ykkur sem best.